Komið sæl og velkomin í viku skammt af fréttum hér í beinni útsendingu á þessum föstudegi sem nokkuð hvass. Líkt og kannski fréttavikan gervöll hefur verið. Sumir segja að hún hafi litast af náttúruhamförum, umhverfishamförum og framboðsframförum. Hingað eru komnir 4 góði gestir. Kannski veitur okkur ekkert af eldfjallafræðingi til þess að greina pólitísku stöðuna og hér komin Þorvaldur Þórðarsson, velkomin. Og svo erum við með unga mannesku sem í frambúði fyrir sósíalista, Sigurrós Eggertsdóttir, velkomin. Takk. Og fyrrverandi þingmann og konu sem veit allt staðla, Helga Sigrún Harðardóttir, velkomin. Takk fyrir það. Og Páll Valur, þú ert ekki bara fyrrverandi þingmaður, heldur ertu líka fyrrverandi kennari og þú ert grindvíkingur. Já. Og það og sveitarstjórnarmaður og akkurat, sko, nákvæmlega, maður getur verið lengi að telja upp. Já, allt fyrrverandi meira og minna, sko, nema kennari. Já, einmitt. En þið tveir, sko, svona hlið við hlið, það nú eitthvað pólitískt við það að sjá eldfjallafræðingin og grindvíkingin hana saman. Það ekki? Það ekki ágætlega bara við stöðuna? Jú, það passar ágætlega við stöðuna. Það geti verið, sko. Já. En ef við byrjum á pólitíkinni, reynum að svona greina tíðaranda líðandi stundar pólitískan. Við erum til dæmis með 2 kannanir í dag og prósent að mæla Samfylkingu með 22,4%, Viðreisn 21,5%, Miðflokkurinn þar með 15, Sjálfstæðisflokkurinn 12, svo önnur könnun, Gallup, sem að Sjálfstæðisflokkurinn töluvert sterkari, hann 16%. Ég veit nú ekki hvað ég ætla að eyða miklum tíma í að þylja upp það sem þarna annað í gangi. En eitthvað sem kemur á óvart ef við byrjum á þér kannski, Páll Valur? Nei, það kemur svo sem ekkert óvart með hvernig það hefur verið síðustu vikur, sko. Nei. Þetta búið að vera svona svolítinn tíma, þessi staða í pólitíkinni, Viðreisn og Samfylkingin hafa verið að mæla staðstund af hennar vikur. Og Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að dæla mikið og Miðflokkurinn grætt á því. Það spurning hvort þessi áföll sem að Samfylkingin var í gegnum Þórð hafi gert það kannski verkum að Samfylkingin fær eitthvað þeim kjósendur sem fóru yfir til Miðflokksins. Já, ef við stöldrum það verðist nú vera aðalega heilla svolítið kjósendur þeirra, svona fólk sem að talar illa. Ef að staldra aðeins bara við það núna og bara fara kannski hringinn, hvað ykkur finnst að þau eigi að gera? Hvað finnst þér að þau eigi að gera út af þessum máli Þórðar Snæs? Mér? Já. Ég veit það ekki. Hann maður náttúrulega baðist afsökunar, sko. Og þetta aldrei langt liðið síðan það gerðist og við þurfum ofta að velta því fyrir okkur hvað þarf að líða langur tími þar sem þú ert að gera eitthvað að þér eða segja eitthvað eða hvað þarf að líða langur tími þannig að þetta svona fókið yfir þetta og menn kannski búin að breyta og taka uppbeigur í lífinu. Ég verð nú að segja eins og og ég kalla nú ekki allt ömmu mína og ólst upp austur á Vopnafirði þar sem að við lærðum nú að blóta og tala hrottalega fólk allavega að þessi skrifans komu þau voru rosaleg og kom hann svakalega óvart með það hvernig maður hefur fylgst með honum sem blaðamanni síðustu árin. Hann gríðarlega beittur, hann klár, hann ofsalega klár samfélagsrýnir og hefur skrifað margar mjög góða greinar og svo kemur þetta núna og þetta svona, ég segi svona eins og Kristur, þetta svo högg í magan. Ekki það að svona þetta, ég meina. Þú getur ekki veitt neina ráðgjöf. Ég meina þetta bara eitthvað sem fólk verður að finna, þetta bara nákvæmlega eins og þetta bara tökum Jón Gunnarsson, sko, með þetta regin hneykli sem var að koma þar. Ég meina, það vaninn á Íslandi að menn stíði til hliðar þegar eru búin að skýta upp á bak? Nei, ég hef ekki orðið var við það, sko, því miður. En finnst þér þetta sambærileg mál? Nei, ég held ekki, sko. Þetta ekki sambærilegt, sko. Annar inn í ráðuneyti og hann Þórður að bjóða sig fram fyrir Samfylkinguna. Hann verður mér finnst bara fólk verða að meta það sjálf. Vistu, ég veit alveg hvað ég hef gert, sko. Sem Ég hef bara stíðið til hliðar. Ég hef ekki farið fram.
ef að þetta hefði komið upp það er bara ég sko. Finnst þér líklegt að ef hann gerir það ekki að þá hafi það einhver neikvæð? Nei, ég tar ekki nei nákvæð. Þú heldur ekki? Nei. En svona hreinlega ég ekki alveg íslensku þjóðina og ég veit alveg hvernig hann hugsa sko. Þetta mun bara sem að vera allir bara að gleyma þessu næstu viku sko. Nema kannski Stefán í spursmálum, hann mjög duglegur að muna eftir svona skít á annað fólk sko. Ég hefði vel að gjarna sjá hann núna taka bara Jón Gunnarsson fyrir nesi núna í þessu spursmálum, hann gerir það ekki. Nei. Þú ert að segja að þessi svona vaxandi pólitík í allri fjölmiðlun? Já, það það bara og en sko þekkjandi alveg íslensku þjóðina og okkur öllsumul, þá þetta eitthvað sem að skiptir okkur ekki miklu máli þó að sé vera að tala illa náungan sko. Það virðist bara að vera trend í þessu samfélagi og hefur alltaf verið. Við erum, sko nú ég að hittna svolítið sko, við hefum alltaf verið einelti samfélag. Bara brútal einelti samfélag í Ísland. Það hefur bara alltaf verið þannig. Maður rálst upp við þetta sjálfur og hefur fylgst með þessi gegnum tíðina og ekki síst í pólitíkinni sko. Pólitíkin, ég var inn á þingi í tæp 4 ár og þetta er, já, ég veit ekki hvað ég á að segja þetta sko. Þetta ekki eftirsóknarverður vinnustaður lengur að sjá. Nei, ég get ekki séð það og það er alveg magnað í svona lítilli þjóð að við skulum vera svona hver upp á móti annari, hendin upp á móti annari að geta ekki stjórnað þess eins og manneskjur og lagt sko í almanna hagsmuni í forgang. En við erum bara búin að vera með við stjórnvöldin allt og lengi í flokka sem eru bara hugsa sérhagsmuni, ekki neitt annað. Bara ekki neitt annað. Og það sést bara alveg nákvæmlega á því hvernig innviðirnir eru látnir grotna hérna niður og hafa verið látnir grotna niður á kostnað auðvaldsins. Það er bara svoleiðis. En hvað þetta var að við náttúrulega fer allt út og fyrir efnið, þá þetta bara eitthvað sem hann verður að meta sjálfur Þórður. Ætlar hann að fara fram? Ef hann gerir það, þá er það bara hans mál. Kjósendur, það er alltaf kjósendur sem dæma sko. Mér finnst þetta mjög hressileg opnunar ræða hjá þér. Já, ég get farið meira ef þú vilt sko. Bara í anda við vindstyrkin sem skilst að sé fyrir norðan núna alltaf en sko við erum einhverjir kallar á ekkert allt ólíkum aldri, ég veit ekkert hver 40, hver 50 og hver 60 en ég að tala okkur 3 Ég segi annað en við Já, það eitthvað annað en þið og við einmitt eins og þú ert að segja, Páll, við þekkjum tíman að tvenna, við munum að tjáning var náttúrulega með öðrum hætti. Hvað átt þú til dæmis eitthvað sem að þú myndir skammast í fyrir að Þorvaldur að yrði svift hulunni af og eitthvað á internetinu eða einhver dagbókarskrif eða eitthvað? Ekki svo ég viti af, en það getur vel verið að eitthvað leynist þetta í bókáttur einhvers staðar, það sem maður muni eftir því sko. Hvað finnst þér um þetta? En aftur á móti ef maður væri með eitthvað svona hressilegt í bókahotinu eins og þarna kemur í ljós þá held ég að maður myndi nú sleppa við að fara fram sko en ellers hef ég voðalega litla skoðun á þessu. Ég veist þetta ég tek alveg undir það sko, það náttúrulega einelti er landlægt í íslensku samfélagi því miður og finnst mjög víða í kerfinu. Já. En hvað að okkur? En það líka það skil þetta gamla sjómennskan bara að vera með þykkan skráp. Getur tekið þetta sko. Þetta er DNA-un okkar eins og það borga háa vexti. Þetta er afskaplega leiðileg hvað ég segja leiðilegu síður þessi hvernig fólk kemur fram við aðra í kerfinu. Það bara Ég held sko að Benedikt Gröndal hafi ítrekað skrifað það fyrir 1900 að Íslendingar séu sko, við tölum einstaklega illa hvert annað á 19. öldinni á 19. öldinni sko. Já. Gróa Leiti, hún er á lífi sko. Hún ekkert útdauð og hún er mjög skæð ekki bara í pólitíkinni líka á vinnustöðum og gerir oft andrúmsloftið mjög slæmt þar. Það sem að þessir herramenn segja, Helga Sigrún, það svona letur nú held ég freka fólk til þess að fara í frambúðin hitt. Er þú ekki bara fann að svitna hérna? Mér finnst svolítið verið að normalisera þessa hegðun hérna. Og ég bara ekki til að taka undir þetta. Þetta sé bara einhvern veginn, sé bara svona. Mér finnst það viðurkenning á því að þetta sé bara svona. Eins og við höfum talað í pólitíkinni. Já, eins og þú sagðir áðan, Palli, þú veist hvernig menn hafa hagað sér. Já, þeir komast bara upp með þetta. Þeir eru aldrei að segja af sér. Ég bara ekki til að taka svona
undir það að þetta sé bara einhvern veginn svona. Men þetta á ekki vera normal. Nei. En þetta því miður svona. Já, en þá þurfum við að breyta orðræðinni. Já, þá verðum við hægt að segja, já, þetta bara svona. Við höfum ekki sætt okkur við þetta, alls ekki. En staðreyndin svo að þetta í kerfinu, þetta einhvern veginn bara fast í þessu samfélagslega kerfi sem við búum við. Og það eru margir sem líta á það sem normið. Til miður, en ég ekki sammála því sko. Nei, en að þú veist að spyrja Þórð Snæ, ég kann engin svörhanda samfélkingunni og já, vissulega var þetta skrifað fyrir mörgum árum, mögulega var tíðarandin eitthvað aðeins öðruvísi þá, við höfum aðeins minna þól fyrir svona hegðun í dag heldur en að kannski við höfðum þá, þó það hafi ekki verið í lagi þá. Það hefði nefnilega orðið miklar umbætur held ég í því sko. Sem betur fer. Já, blessunlega. En ég hef eins og Palli verið hrifin af skrifum Þórðar og þakkað fyrir svona þá yfirsýn og það hvernig hann hefur náð utanum alls konar mál og verið beittur í sínum skrifum. Ég get líka sagt ykkur persónulega sögu af samskiptum mínum við Þórð. Endilega. Fyrir örfáum árum þá áttaði mig á því að það átti að fara að styrkja fjölmiðla með opinberu fé og þá farin að vinna fyrir staðlaráð og komið með svona gæðastjórnunar hugsuna þessi gangu í hugsa með getur bara hver sem að heldur úti bara einhverju bloggsíðu fengið peninga til að reka það. Akkur eru ekki að gera meiri kröfur? Það eru reyndar gerða kröfur. Það þarf að gefa út vist mikið á ári og það þurfa að vera svo margir, það þurfa að vera svo margir starfsmenn, en það ekki verið að gera neina kröfur þessi virk ritstjórn til dæmis. Þannig ég fekk það hugmynd að fjölmiðlar á Íslandi myndu koma saman á mínum vettvangi, hjá Staðlaráð Íslands, til þess að koma sér saman gæðaviðmið í greininni. Það að segja hvað kröfur þarf að gera til ritstjórnar til dæmis. Og það gæti orðið mælikvarði á það hvort menn varu hæfir til þess að þiggja opinbert fé. Og ég viðraði þessa hugmynd fyrst við Þórð og hann sagði bara já, takk. Ég til ég að vera með í þessu. Svo fór ég að tala við fjölmiðlanefnd. Hún sagði bara þetta frábært. Svo fór ég að tala við lektori eða prófessori lektorsanlega í fjölmiðlarétti við Háskóla Íslands. Þá bara þetta æðisleg hugmynd. Svo fyrir að tala við Ríkisútvarpið og þá sagði þáverandi fréttastjóri, já, nei, við látum ekki ritskoða okkur. Þannig að, þú veist, aðeins miskilningur. Rakel Þorbergsdóttir, var það hún sem sagði þetta? Aðeins miskilningur. Eða var það Heiðar? Ég vil fá að vita hvor réttstjóðan var. Rakel. Þannig að það fjallum sjálft sig, en Þórður var tilbúin til þess að taka þátt í verkefni sem að mögulega hefði búið til betri fjölmiðla, ég veit ekki, eða allavega tryggt að það er alls konar fólk náttúrulega í þessum hópi sem er að fá þessa styrki og stundum hafi þetta verið bara bloggarar sem eru bara einhvern veginn að æla út eigin skoðunum án þess að það sé nokkur ritskoðun eða ritstjórn á því. Þannig að mér langar bara þess að kanna hvort það væri grundvöllur fyrir því að fara með opinbert fé betur og Þórður var til í það með mér. Þannig að það eru mín kynni af honum og en það hvað samfélkingin á að gera, ég veit það ekki. Ég hef svo sem engin ráð. Hvað segir þú? Nei, ég hef aðeins fylgst með þessari umfjöllun á netinu. Ég veit ekki hvort ég hafa ykkur ráð. Mér finnst við svolítið í aðdraganda kosninga að missa svolítið sjónar á hvað þetta snýst. Það er alltaf verið að því miður á ekki vera normalíserað en þetta virðist vera svona, en á ekki vera svona að fólk sé að pota í alla sem við geta einhvern annan til þess að fegra sjálft sig einhvern veginn. Já. Mér finnst það mjög leiðilegt að horfa upp á það. Það er ekki bara hluti og orðið hluti að þessari umræði sem er í gangi á netmiðlum. Það er menn láta ímyndilegt, mér finnst alveg vera mikill skortur á að bera virðingu fyrir öðrum. Já, skrýmsladeildirnar fara náttúrulega staði að aðdraganda kosninga og það er það sem er að gera. Já. Ég held líka að við þrír við skiljum ekkert áhrifin af þessum skrifum hans Þórðar Snæs. Ég held að ég held að konur skiljið þetta
með einhverjum hætti takið það öðruvísi þegar þú hefur verið inn á skemmtistað og það gripið í klofið að þér eða það hefur verið að senda þér skilaboð á öllum tímum sólarhrings þar sem að menn eru bara beinlínis að reyna að komast í brókina þína, skilurðu, þú veist, það er mjög óþægilegt. Já. Og þess vegna varar svo mikið við að normalisera þetta líka að það er því náttúrulega mikið bakslag ef við ætluðum að. En sko, þetta sem þú segir minnir mig líka svolítið á það og nú er ég sjálfur kannski sekur það sem þáttastjórnandi, það sem að mér finnst umhugsunar efni í þessara fréttaviku. Það hefur verið mjög lítil umræða pólitísk málefni. Það hefur eiginlega öll orkan farið í máli eins og þetta. Já, einstaklinga og sko svona henn lýðræðislegi upplýsti kjósandi, hann hefur ekki fengið neitt mjög mikla hjálp frá meginstraums fjölmiðlum á Íslandi, þessum stærstu sko. Mér finnst málefna umræðan ekki mikil, mér finnst hún vera svona mjög persónuleg. Er það eitthvað sem við getum talað um? Er þetta ekki bara trendin út allan heim? Jú, ég held það því miður. Menn forðast að tala málefnin, það er kannski með samskipti sem eru fyrst og fremst í fyrirsögnum eða einhverjum slagorðum. Það er enginn sem sest niður og ræði málinu í einhverju dýft. Og svo er líka svo auðvelt að afvegaleiða miðlana. Eins og þetta málans Jóns Gunnarssonar sem kemur upp á mánudaginn. Það er allir að tala bara komnir hér einhverjir Ísraelsmenn að njósnum okkur, hvað, þú veist, já, það er alvarlegt. En hvað, þú veist, auðvitað vissum við alveg hvað var í gangi. Við vissum það. Það vissu það allir. Alveg sama þó að Bjarni mun ekki og kannist ekki við og eitthvað, þá vitum við það. Ég meni, Jón sagði það sjálfur þegar hann labbaði inn í ráðuneytið á degi 1 að þetta væri nákvæmlega það sem hann ætlaði að fara að gera. Þannig að það átti ekki að koma okkur óvart. Ég hins vegar velti fyrir mér, sko, Ísraelska leyniþjónustan, hún sko hefur það hlutverk að afla upplýsinga. Venjulega þurfa menn að fara og ræna fórnarlömbunum og pynta þau til þess að ná upp úr þeim upplýsingum og slíta þeim neglurnar og bori nýja skeljarnar á þeim. Á Íslandi er nóg að mæta bara á fínu bens með bílstjóra og bjóða fínt út að borða á Edition og þá bara rennur upp úr þeim. Þú veist hvað. Og Jóni var mjög tíðrætt sko æðsta stjórn ríkisins og þetta væri svo alvarlegt að það væri verið að ráðast á æðstu stjórn ríkisins. Æðsta stjórn ríkisins er það sem við virkilega þurfum að hafa áhyggjur af. Já, nákvæmlega. Þetta er góð punktur. Já, þetta er alvarlegt mál að ef einhverju er að plata einhvern út að borða og þykjast verið í einhverju viðskipta leiðangrum og síðan er allt tekið upp og þetta er árás á friðhelgi einstaklingsins. En þetta eru 2 mál. Það er annar hlutin, hinn hlutin er síðan það sem blasir við okkur og það er það sem kemur okkur kjósendum við. Lögreglan verður bara að finna út úr hinu, sko. Við erum ekki að fara að gera það. Ég er algjörlega sammála það, sko. En eins og með þetta, eins og maður ræði maður, eins og með Þórður, hvað er þetta langur tími? Ég man eftir því og maður þarf nú ekki að googla lengi til að finna það að Geir Haarde skrifaði mjög rasíska grein í skólabláð MR 1968. Hann var síðan stjórnmálaleiðtogi og forsætisráðherra og fjármálaráðherra og formaði Sjálfstæðisflokksins og sendi hér og ég veit ekki hvað í kjölfarið. Þannig að kannski erum við að fara offari í gagnvart eins og til Þórði. Ég meina tíðarandi var annar og við sem betur fer hefur þetta breyst á síðustu árum hvernig við tölum svona konur jafnvel og hvernig komum fram við konur. Þetta ég man alveg hvernig það var hérna. Ég reyndar skrifaði aldrei á blogg eða eitthvað svoleiðis en maður svo sem man alveg hvernig maður var þegar maður var ungur, gagnvart kvenfólki sko, bara komast í brókina, það er kannski mjög orðaði vel en í dag þetta er breytt, það er ofboðslega breytt í tíma út af samfélagsmiðlum. Það er ekkert sem þú mátt gera, getur ekkert gert eða sagt, þá áttu komin myndaðir og það er svo ótal mörg dæmi það á Íslandi þar sem nafntogaðir menn eru gripnir með að pissa út á torgum eða segja eitthvað á börum eða ká á kvenfólki. Þetta er bara komið strax í, það er góða kannski við samfélagsmiðluna, þetta aðhald og það hefur breytt þessu tíðaranda sem var mjög ríkjandi hér, mjög ríkjandi og hvað var þetta málinn sem auðvitað er þetta ömurlegt að menn er að vera að taka menn upp sko, en þetta er bara hluti af þessum hversdagsleika þegar þú ert í stjórnmálum og
og annað og að þú verður að passa þig og hvað þú segir og gerir þegar þú ert opinber persóna og þarna verið að veiðan einhvern veginn, ég veit það ekki en veiða svona veiða svona það er að sitja og groppa sig af þessu ókunnt fólk eina sem Jón hefði átt að vera virkilega svektur út í, það er sonuna sko ekki annað sko að vera að láta þetta út úr sér eitthvað sem að Sigrún segir ég heyrði eitt segja, ég ætla að vona að Jón taki þétt utanum son sinn og knúsa hann fallega. Já, og ég er nefnilega sammála því, það er persónulegt hlutverk Jóns núna að taka utanum son sinn og knúsa hann fallega, en samfélagslega er þetta mál auðvitað ekkert annað en risastór skandall, svo ég bara viðri mína eigin skoðun á því, sem einmitt sýnir okkur hvernig kaupin eru gerð á Eyrinni, sýnir okkur inn í ráðuneytin, sýnir okkur hvaða rými stjórnarherrarnir hafa til þess að fara í rauninni fram hjá leikreglum. Myndirðu segja að það var hægt að staðla þessa gjörð? Sko, það er til fullt af stöðlum sem að menn geta nýtt sér ef þeir vilja. Staðlar og valkvæðir, sko. Svona alla jafna að rundatekningar á því en það eru til staðlar sem að auðvelda mönnum að koma sér upp stjórnkerfi til að koma í veg fyrir mútur það sem kallaði bræpari sem er ekki bara brún peningaumslög það er ólíkum toga náttúrulega en það skortir viljan sko það var svolítið skortviljan hinga til hjá okkur að bara fara ofan í það hvað í rauninni mörgur ábútt á hann. En það er svona, þegar maður býður einni sem er eins og þér, þú ert á 30-aldri og meðal við erum aðeins eldri við hinn, þá er nú hætt á að þú hverfir svolítið í umræðinni. Mér langar núna til þess að spyrja þig, af hverju þú fórst í pólitík, af hverju þú býður þig fram og hvað svona jafnaldra þínur ungt fólk er helst að tala núna? Hvað er það sem að þín kynslóð setur á oddin, hvað skiptir mestu máli núna fyrir kosningarnar samkvæmt þinni kynslóð og þínu vinum og sjálfræðir? Það sem að ég sé svona næst mér er húsnæðismarkaðurinn. Hann er bara gjörsamlega sprunginn og ég bara sé ekki hvernig dæmi ganga upp hjá fólki sem að er á lágum launum eða á lífeyri eða örorku. Ég bara skil ekki hvernig það kemst af hreinlega. Er hellingur af fullorðnu fólki sem býr í foreldrahúsum af því það kemst ekki út úr heimilum foreldra þeirra, þar sem þú þekkir? Nei, ekki alveg þannig, en svona það sem að ég kynnist svona næst mér er að fólk er bara að greiða öll sín laun í húsalegu. Það kemst enginn inn á sérreglumarkaðinn. Nei. Og þetta er bara í einhverjum vítarhring sem að maður sér ekki fyrir endan á þessu. Og þessi vítarhingur hluta honum er að við höfum mist tölvana slatta á góðu fólki út fyrir landsteinina. Algjörlega. Fólk er að flykkjast til annarra Norðurlanda og til þess að flýja kerfið hérna. Já. Það sem við höfum búið til. Finnst þér að við sem að ræða þetta mikið núna í aðdraganda kosninga? Já, ég hef séð og heyrt alls konar umræður. Mér finnst ekki vera mikið talað almennilega lausnir. Það sem að ég hef heyrt aðra flokka segjast ætla að selja hitt og þetta úr ríkissjóði sem að mínu mati er bara tímabundin lausn. Hvað ætlaði svo að gera þegar það fjármagn er búið? Já. Þetta er ekki virðist vanta einhverja svona framtíðasýn í þessu plön. Þið viljið aftur er það ekki taka upp félagskerfi miklu öflugra heldur en við síðan lengi. Já. Það er hvað 3% sem er félagslegt húsnæði hérna á Íslandi á móti 20% út í Danmörku. Er það tölfræðin? Já. Ég var að lesa það í dag. Já, einmitt. Og það er bara ótrúlega lítið. Það er ein félagsleg íbúð út í Hveragerði. Já. Ein. Já. Þetta er svolítið sláandi Já. Það ég veit ekki þegar við vorum ung þá þetta var léttara. Við verðum bara að viðurkenna það. Ég er ekki sammála því að það hefur verið mikið léttara Já, ég sagði ekki mikið en það var erfitt að komast inn á markaðinn
Ég held að vandamáli sé vera miklu starra heldur þetta. Þetta eru, sko, hvað segja, margir brotar á þessu vandamáli. Til dæmis bara það núna að koma inn gamlingjar eins og ég úr mjög stórum árgangum og þeir eru að taka mikið pláss á og fara þá kannski inn á svona smærri íbúðamarkaðinn og taka þar mikið frá og eru kannski fjársterkari heldur en þeir yngri og sjálfsögðu hérna Airbnb og allt þetta kemur inn í líka og þetta leggst allt saman á eitt að gera þetta bara mjög erfitt og markaðurinn mjög dýr. Eitt sem að mér finnst alveg vanta og skorta í alla umræðu og alla sýn á Íslandi hvað þetta varðar að allir að horfa alltaf á Stór-Reykjavíkursvæði. Það eini staður á landinu sem fólk virðist geta hugsað sér að setja stað á þessu skaga sem hérna. Það sér engin möguleikana sem út á landi. Og okkur erum við ekki komið með íbúðabyggð út á landi til móts við Reykjavík sem hefur svipað vægi á Reykjavík. Hvað út á landi? Hvernig skilgreinir það? Sem fyrir utan Stór-Reykjavíkursvæði. Vestaði Hvítá hérna. Já, en þú ert með þá Akranes, Þorlákshöfn, Keflavík, Vogana. Keflavík nálgast að vera hluta Stór-Reykjavík. Já, ég bara er alltaf með þetta. Ég ekki segja bara fyrir utan Reykjanesskagann. Því að það einbeitingin virðist alveg vera að því að byggja bara hlutinu þar upp og það virðist allt sem að menn reyna að gera snúast Það er fasteignaverðið hátt. Það er fasteignaverðið náttúrulega langhæst en það er fullt á öðrum tækifærum og það er hægt að gera hlutin öðru sem við gera það í dag. En ef þú ert verktaki, þá viltu þetta bara byggja á þeim staðar sem farið hæsta verðið fyrir... Verktakin á ekkert endur að ráði hvað er byggt. Segðu þeim það í Kópavogi. Akkur er ekki verið að byggja eins og hann segir hérna, út á landi. Akkur er ekki verið að byggja upp út á landi allstaðar hringinn í kringum landi sem að eru blómlega, og sagt að vera með blómlega byggð. Það er vegna sem við hefum aldrei verið með neina byggðastefnu. Það har bara aldrei verið byggðastefnu. Það var reynt að gera Ísland 2020 á sínum tíma sem var mjög metnaðarfull svona stefna fyrir uppbyggingu á landsbyggðinni, menntun og samgöngur og fjarskipti og annað. Þetta skaut ríkisstjórn Sigmundar Davíðs 2013 þegar ég var á þingi niður bara á fyrstu vikunum. Var þetta bara aflagt. Það var lögð fram fjárfestingaáætlun fyrir þessu öllu saman og þetta var allt saman drepið niður og gömul byggðastefna sem hefur alltaf verið bara sama byggðastefnan í 30 ár lögð fram og það er ekki verið að byggja upp neina fjölbreytni í atvinnulífi út á landi. Við erum náttúrulega í grunninn landbúnaðar og sjávarútis þjóð og það var annarkvort landbúnaðurinn og sjávarútvegurinn í öllum þessum byggðarlögum í kringum landi og það, ég veit hvergi annars það að búa heldur en austur á landi eins og í mínum bæ hérna Vopnafirði þar sem ég er alinn upp sem er dásamlegur staður og ég meina svo sótt sem sveitarstjóri þar í vor en ég ekki en hérna þar er eiginlega bara eitt fyrirtæki sem að heldur öllu þar og það er nákvæmlega sama sagan með þetta allstaðar. Þetta er Hornafjörður, þetta er Nörfjörður, þetta er allt saman stór sjávarútvegsfyrirtæki sem stjórna og ráða öllu þarna. Það er engin önnur atvinna, engin. Og ef að fólk hefði, og samgöngur hafa batnað mjög mikið, þannig setjum við sér svo austur á landi, þótt að vegakerfið sé náttúrulega alveg skelfilegt, þá eru samgöngur þarna miklu betur heldur en voru fyrir mörgum ára síðan, eða 2-3 áratugum síðan, en það hefur aldrei verið hægt að byggja upp einhverja aðra atvinnu. Og það er til þess að Björt framtíð, þegar ég var Bjartri framtíð, þá vorum við að leggja það fram að hækka auðlindagjöldin og til dæmis að nota þau í að byggja upp atvinnu út á landi í þessum til dæmis Kirkjubæðaklaustur, Raufarhöfn og fleiri svona brothætta byggðir sem voru í umræðinni þá, að byggja upp aðra atvinnu þarna. Og til þess að það er dásanlegt að búa á þessu landi en eins og hann segir hérna réttilega þá eru bara allir á þessum hérna, 3/4 eru á þessu skaga Hvítá í Hvítá. Það átt að byggja annan flugvöll og hann átt að vera rétt fyrir utan. Svitnuðu ekki svolítið ef þið lásu fréttina í vikunni að Mosfellingar, þeir sem búi í Mosfellsbæ, hvað er 80 mínútur hérna daglega í bæinn? Já, fram og tilbaka. Fram og tilbaka. Það kemur mér ekki óvart. Þegar ég var yngri þá var ég í MH og bjó í Njarðvík og tók rútuna á milli. Já. Þeir sem bjuggu í Mosfellsbæ tóku rútuna strætó á sama tíma ég en ég var komin á undan í skólan. Það tók styttri tíma fyrir mig. Það getur tekið klukkutíma að komast frá Háskóla Íslands og upp á Norðlingaholt þegar mest umferðir sko. Hérna ég hef lent í þessu að maður getur mistök að fara og snemma úr vinnunni þá er það refsa hallega fyrir það og þetta er náttúrulega sko
einfaldasta lausnin og ódýrasta lausnin náttúrulega á umferðarvanda Reykjavíkur sem náttúrulega verður aldrei því að hún yrði svo óvinsæl en það er náttúrulega bara að banna einkabílinn í borginni. Það er lang ódýrasta lausnin. En er þetta ekki eitthvað skipulagsmál líka? Er ekki hægt að alveg örugglega. Það er einhvern veginn allir að fara á samt tíma. Ég bý í Kópavogi og var að vinna hérna niður í Borgartúni og við vorum fleiri á þeirri rútu á leiðinni í vinnuna saman tíma og við tókum það ákvörðun að fara að mæta bara klukkan 7 til þess að vera undan umferðinni og komast á undan umferðinni heim. Og það var skipulag. Þú veist, hvað getum við gert þetta með skólana? Getum við gert þetta einhvern veginn með stóru vinnustæðina, Landspítalann eða breyta? Jú, þetta er náttúrulega ekkert eina borgin sem er í þessu vanda. Ég hef búið til þessu í Honolulu og þá góð hana fyrir að maður fór í vinnu kl. 5 bara til að losna umferðina. Þannig að fólk er að breyta til en þetta módel sem við erum með fyrir til þess að koma frá einu stað til annars dagstaglega er greinilega ekki alveg að ganga upp. Borgarlínan. Ég ætla rétt að vona að borgarlínan verði svo búbót sem margir horfa til því ef það dæmi gengur ekki upp þá erum við bara seriously fucked svo ég leyfi mér að blóta. Við hefum náttúrulega að vera konni bara með neðjarða lesti fyrir löngu síðan. Já, þetta er náttúrulega bara eins og allt annað hérna hjá okkur, svo ég ætla ekki að vera ofn heikvæður, það er í sambandi við allt hérna sem við gerum, við horfum aldrei fram í tíma. Ég er svo saman. Það er bara, við höfum aldrei veltið fyrir okkur og við gætum hugsanlega fjölga hérna á þessu landi og hérna, þetta er bara sjáið þið keirið hérna hringinn, sko, að þið keirið inn í endan á Svarfaðardal, á móts við Skíðadal, það er tvöföld brú. Sem að sennilega fer einn traktor yfir á dag svo keyrður við hérna austur fyrir og ætti að fara vinsælasta ferðamannastað norðaustanlands sem er Goðafoss, það er einföld brú og þetta er náttúrulega bara galið. Það er einhver leiti fyrir kæði vegna þess að stjórnmálamenn á Íslandi þeir á 4 ára fresti þá takaði stjórnaráðið og bara stokkaði upp eins og þessi spilastokkur og dreifa verkefnunum bara út allt. Það situr starfsfólk í ráðuneytunum sem að er búið að vera að vinna að einhverju síðastliðin 4 ár eða síðastliðin 8 ár og það bara með aðra hugmyndir þetta, bara hendum þessari vinnu og byrjum upp á nýtt á einhverju nýju. Þú veist, hvað, þetta er svo mikið sóun, þetta er svo mikið fúsk framlegð á og risastórir málaflokkar og risastórir málaflokkar eins og mannvirkjamál voru inn í umhverfisráðuneytinu lengi. Svo var stokkað og þetta fór inn í félags- og barnamálaráðuneytið í 4 ár. Aftur er stokkað og búið til innviðaráðuneyti. Þessum risastóra málaflokki fylgdi ekki starfsfólk og fylgdu engi peningar. Og það vissi enginn einhvern veginn neitt þetta og nú er mannverkjageirin mjög staðlaður og við vorum að 2019 að fara af stað með risastórt verkefni sem að ríkið þurfti að koma að þess að ein setning í byggingareglugerðinni virkjar 9.000 blaðsíður af kröfum þolhönnun mannverkja og þessi ráðuneyti létu bara eins og þeim kemur þetta ekki við eins og þetta væri bara okkar einkamál og það var ekki fyrir en á föstudaginn í síðustu viku sem að var skrifandi samning og það tók mig 5 ár. Sigurrós, þú ætlaðir eitthvað að koma inn í þessum ræði? Já, ég ætla bara að því þú nefndir einbreiðar brýr. Ég keyri mikið landið og er að austan frá Eskifirði. Ég taldi einhvern tímann einbreiðu brýrnar á suðurleita Íslands. Það eru yfir 30. Já, en það. Sem er bara fáralegt. En ég lærði einu sinni byggðafræði. Við sem að búum út á landi, við tökum kursa í byggðafræði. Ég bjóð þar í 25 ár og það er ógæfa þessara þjóðar eins og þú varst að segja, Þorvaldur, að það sé bara ein borg hérna. Það er mikil ógæfa og við þurfum einhvern veginn hægt og rólega að komast út úr þessari höfuborgarmiðuðu hugsun. Ég er sammálaðir með að nú ætti að vera tækifæri, nú ættu pólitíkusarnir okkar að vera að benda á landsbyggðina í auknum mæli sem búsetu valkost. Það ætti að vera blússandi umræða störfin sem hægt var að skapa með hugviti, ekki með því að einblína alltaf á þessar náttúruauðlindir heldur. Hvað getum við gert með haustnum, með hugvitinu? Alveg sammála því, en við höfum ekki gleyma því. Það er ekki bara pólitíkus sem þurfum að tala og segja og gera. Það er líka við. Já, en það þarf og við verðum að taka þátt í þessu. Ef umræðin er ekki út í samfélaginu,
menn býða alltaf eftir því einhver annar tæki skrefið og þá gerist ekki neitt. En stjórnvöld styðja við slíka hugsun með því að setja stefnu. Ég held það. En ég held okkur þurfi, nú verður mér hugsað til Óttars Proppé. Hann sagði fyrir kostningarnar í manni, hvort það var 2016 eða 17, okkur þyrfti að fjölga í 800.000 til þess að gerist eitthvað hérna. Já, það var nú bara í stefnu Bjartar framtíðar að eina stefnum að fjölga okkur upp í 800.000. En svo fjölgun mætti ekki vera hér bara á höfuðborgarsvæðinu, hún þyrfti þvert á móti að vera út allt land. Já, og meiri annar stað en hér það ekki til þess að kæmist á En það vantar ennþá upp á alls konar innviði til þess að ég held að þetta sé raunhæft. Já, ekki bara innviði, heldur líka atvinnutækifæri. Þegar við sjáum uppbyggingin á Selfossi. Atvinnutækifæri sem innviði. Og uppbyggingin á Selfossi sem er jákvætt skref og allt svoleiðis, en hún er fyrst og fremst þetta fólk sem er að flytja ánga, það vinnur í Reykjavík. Þannig að það vantar tækifæri á landi og þetta gerir þetta á margan hátt og til dæmis, það er enginn sem segir og enginn formúli sem segir að Háskóli Íslands þurfi allir að vera í Reykjavík. Nei. Það er alveg hægt að dreifa honum í landi, það er alveg hægt að skipta þessu niður og einhvern veginn þannig að hinn og þessi byggðarfélög myndir líka þá njóta þess að hafa svona apparat inn í sinni byggð og það sem kemur með henni. Og það koma ýmist tækifæri með slíku, það er sem að þeir bæir sem hafa háskóla hafa yfirleitt blómstrað. Nú vilja tala með að fækka háskólan, það er allt í lagi líka. Ég er nú bara að tala deildir, það þarf ekkert að vera með alla deildirnar vestur í bæ. Mér langar aðeins að fara núna að því sem er að gerast í umhverfinu hjá okkur. Margar fréttir þessa vikuna sem að hafa fjallað ofsafengi veður, brjálaðslega sveiflur, bara 23 stiga hiti einhvers staðar fyrir norðan í gær og var það ekki á Suðausturlandinu á Kvískerjum á 28. Ég held að hann hafi verið líka víða fyrir norðan og austan á Norðurlandi er nú yfirleitt svolítið kaldara í nóvember heldur en á Suðurlandinu en við erum með þetta, við erum með mjög svona ákafa úrkomu líka sem að virðist vera að færast í vöxt, við erum með þessar skriður fyrir vestan þar sem að einhver maður virðist vera svo heppnast í heimi að hann átti bæði hús og verkstæði og skriðurnar fóru akkurat á milli sem var virkilega gleðilegt, gaman fyrir hann og nú er búið að aflýsa hættu ástandi þar en ég ræddi við fjölmiðlamann sem að býr á Akureyri í fyrradag held ég og hann sagði að þessar brjálaðslegu öfgar eins og hann sagði það bara stórhríð í júní hjá þeim fyrir norðan og 23 stiga hiti í fyrradag í nóvember kortir fyrir jól hann sagði nú eru menn svona aðeins að fá smá sterkari tilfinningu fyrir þessum hnattrænu áhrifum sem að gætu verið að skekja okkur í meiri mæli, þetta er svona vekjaraklukka að ringja og þú veist að segja að húsnæðismálin væru að þínum að þetta brýnasta málið í augnablikinu en er það ekki svolítið tilfinningu okkar að umhverfismál það er enginn að ræða þau núna í aðdraganda þessara kostninga á sama tíma og við erum að fá þetta er það ekki eitthvað til þess að viljið ekki taka hana bolta aðeins og hjálpa mér með þetta við erum á braut sem er hvað stefni beint í það að við séum að moka undan okkur því umhverfi sem heldur í okkur lífi er það ekki? Við erum raun með þessu veðurfarsbreytingar sem er í gangi í dag og ég þori svona næstu að fullja að það er alveg örugglega vegna þessara útblássus sem við erum með og raun vegna mannanna verka gegnum tíðina og þetta er alltaf verða verra og verra það er undirrót hvað við segja eða samfélagslegs róts mjög víðum heiminn, það eru veðurfarsbreytingarnar og það er Kína sem lýsa sér kannski í atburðum eins og stríði eða árekstrum og annað en í grunninn þá er það veðurfarsbreytingar Sahara er að stækka, fólk er að færa sig tilvægist að kartaflan hún vex ekki í garðinni hjá það lengur, þá fer það einhver annar en að láta hann vaxa einhver þar að næsta þá ertu farin í garðin hjá einhverjum öðrum sem verður fúll á móti og þá ertu komið árekstrana og þetta mun bara versna
Evrópa fór á hliðina því þá kom 1 milljón flóttamanna til Evrópu fyrir nokkrum árum síðan. Bangladesh er eiginlega svona mörkuð þess að sökkva. Það sjáast að það má ekki taka mjög mikið til þess að þeir tappi mikið að landi. Þar búa 200 milljónir manna. Og hvernig ætlum við að eiga við, ef við lendum í því að helmingur af þeirri þjóð fer á vergang vegna þess að þeir mistu heimili sín vegna þess að sjórinn hann er búin að flæði yfir þetta allt saman. Hvernig ætlum við að taka? Ég veit ekki hvað, sko, þetta náttúrulega heimsvandamál. Það er engin einn sem leysir þetta. Nei, nú erum við búin að horfa á allar kopparáðstefnunar. Já. Það er ekki mikið sem breytist. Nei. Þær hafa ekki mikið trúveruleika finnst mér. Nei. Hvað getum við gert, ég og þú? Bara halda að tala þetta og reyna að fá fólk, reyna að vinna fólk inn á okkar band þannig að það verði nægilega margir sem að setja upprópunarmerki í beintur framar, þá kannski fáið þess að menn til þess að gera eitthvað. Það er eini möguleikin, en þess að ef við gerum ekki neitt, þá endar þetta í ósköpum fyrir mannkynið. Og sko og enn og aftur langar maður að koma inn á það að við fjögur, við sitjum við annað borð en þú. Þín framtíð, hún er önnur en okkar og á sama tíma og umhverfisáhrif mun að hafa meiri áhrif á þig, Sigurrós, heldur nokkur, fjögur. Við verðum mögulega bara komin undir græna torfu þegar þetta skellur yfir að óbreyttu á fullu þunga nema að verði brugðist við. Þá verður þú bara blóðuð upp yfir axlir. Já. Hvaða tæki hafið þið til þess að breyta heiminum, unga fólkið? Ég veit að það er ósangjart að leggja það á ykkar herðar en þið hafið rættir, já. Já, mér finnst svolítið mikilvægt að þessi tekið inn í umræðuna að það er ekki bara við almenningur sem eigum að taka allan þungan á þessum loftslagsbreytingum. Það er alltaf takmarkað hvað hver og einn á okkur getum gert og við gerum allt sem við getum. Þá eru stórfyrirtæki og ríkasta fólki að menga miklu töluvert meira heldur en að við almenningur gerum nokkuð tíman yfir ævina. Hárrétt. Og fókusinn hjá stjórnvöldum víða heim er samt að við almenningur þurfum að taka sortera ruslið okkar aðeins betur og bara nota minna plast. Þetta er allt okkur að kenna og plastur eru hættuleg og einnota pókar og þetta er bara brota. Það er ekki plasti sem er að valda viðfarsbreytingunum. Þó að plasti sé erfiður hlutur út frá mengun séð og spilli náttúrunni. Þá er plastið ekki að valda loftslagsbreytingunum. Það er útblásturinn. Þetta sem sagt að heimskautin er alltaf að hlýna. Það skýrir mjög þessi breytingu sem við sjá yfir í meiri svona, ofsafengin veður og þau standa í líka lengri tíma. Það er þegar þú minnkar hitastíguna milli miðbaugs og póls, að þá hættir loftstraumarnir að hætta þá að flæða beint frá vestri til austurs. Þegar þau fara að taka svona svigður upp til norðurs og síðan aftur til suðurs og þá fer heitloft lengst norður eftir og kallloft lengst suður eftir og þá ertu komið þessi veðrabrigði sem við erum að horfa á núna og þetta er bara hluti, þetta er það sem þurfum að breyta og ég skil ekki á hverju fólk gerir úr þessu pólitískt mál en við verðum öll jafn mikið fyrir þessu og hverju töpum við ef við drögum úr útleysingu koltvísýrings. Ertu búin að segja Gulla þetta? Út í andrúmsloftið. Já, hann skilur þetta alveg. En ég ég er að teka alveg undir þetta, þegar maður að pæla í þessari mengun og hvernig ég hef ekki ráð við þessu. Jesús minn, almáttu, hvernig á að stoppa þetta? Ég er kennari og eitt af því sem ég er að kenna er einmitt umhverfismála því við erum að tala um fisk alla daga og hvernig súrnun sjávar getur haft áhrif á það og hvað er að gerast hérna í kringum okkar. Grænlandsjökull er að bráðna og fossar kalt vatnin í sjóin sem að breytir helling og svona. En eitt af því sem ég gerir er að sýna þeim flight tracker. Þú getur farið bara inn á netið og sett flight tracker og skellir því upp á svona skjáin og þá sjást alla flugvélar sem er á lofti í heiminum á þeim tíma. Og á sama tíma fer ég á næstu tölvu og geri marín, skipaumferð í heiminum.
og þú setur þetta hlið við hlið og sér þetta náttúrulega alveg svakalega. Þá vantar alla bílana sem í gangi í heiminu sko. Þetta náttúrulega alveg svakalega mengun sem að þessu kemur og ég veit ekki hvernig ósköpunum við að fara að stoppa þetta. Sérstaklega því hann segir við mikið þar þetta pólitískt, það náttúrulega pólitík í öllu og svo erum við kannski bara með yfir hæðstu menn heim sem að eru bara að segja þetta sé bara rugl. Bara og halda áfram að grafa fyrir olíu og gas og ég veit ekki hvað, þetta snýst alltaf eins og hún segir, ríka fólki sko. Trump náttúrulega ekki góðar fréttir fyrir loftslagsmál og umhverfismál, endurkjör í neitt. Þannig að það kann að varða okkur öll, en sko... Þetta náttúrulega líka, sko, þetta snýst alltaf pening. Já. Og það erum við líka að reyna að vera að búa til peninga úr koltvísýringi og inn á þennan hátt, sko, sem að ég nú ekki neitt sérstaklega hrifinn af. En þetta breytist náttúrulega ekki fyrir en að við sjálf förum að hugsa kannski þetta kerfi okkar, þetta samfélag okkar aðeins öðruvísi og hvaða gildi við notum og setjum fram. Meðan peningar eru allur mælikvarðin á hvort þau stendur þið vel eða ekki og það það sem allir sækjast eftir, þá breytist þetta alls ekki. Það verðum að breyta þessu. Má ég þrengja þess að umræðan í verkfæri? Já. Hvað verkfæri höfum við? Það alls konar til. Þetta fullt af stöðlum sem að við getum komið okkur upp svona stjórnunarkerfum það, þú veist, hvernig við högum okkur. Og fyrir örfáum árum þá áttum við okkur á því hjá Stælaráði að það var rosalega mikil græniþvottur í gangi í atvinnulífinu. Hin og þessi fyrirtæki haldaði fram að þau væru búin að kolefnisjafna reksturinn og það voru stóru rúturnar allar með risastóra lími á raskatinu. Þessi bifreið er kolefnisjöfnuð og það er verið að bjóða okkur að kolefnisjafna út á bensínstöð og það er verið að bjóða okkur að kolefnisjafna þegar við kaupum okkur flugferðir og þetta er bara kjaftaði. Það var ekkert á bak við þetta, ekki neitt. Þannig að við höfum samband við loftslagsráð og héldum 2 vinnustofur með þeim. Í fyrsta lagi þá fengum við Staðlaráð og loftslagsráð stóð saman að vinnustofu þar sem við fengum alla helstu hagaðilina frá umhverfissamtökunum, frá flugfélögunum, frá bönkunum, frá stóru aðilunum sem hafa látið sér þessi mál varða og niðurstaðan úr þeirri vinnustofu var svo að hér væri bara villta vestri í þessum málum. Það er engin að, þú þarft hvergi að standa skil á því að það sem að þú heldur fram sé eitthvað sko, standist eða þú hafi bara yfir höfu gert eitthvað reka því að reikna það út. Og þá er þá ekki hætt á að okkur líði eins og að baráttan sé töpuð? Þetta er ekki tapað vegna það sem við gerðum næst. Og nú er ég auðvitað bara að tala um kolefnisjöfnun, það sem að menn kalla kolefnisjöfnun. Og það sem við gerðum næst var að við settum í gang tækninefnd sem að í sátu allir þessi sérfræðingar, þetta voru sko á 4. tug manna sem að settust saman við borð hjá okkur og komu sér saman leikreglurnar. Hvað þarf að gerast til þess að ég geti haldið fram að reksturinn minn sé kolefnisjafnaður. Og það er bara fullt sem þarf að gerast. Við byggjum þetta á alþjóðlegum stöðlum frá ISO, þar sem að fyrirtækið annars vegar þarf að reikna út útblásturinn sinn með stöðlegum hætti og viðurkenndum aðferðum, ekki bara einhvern veginn. Síðan hinum megin eru það loftslagsverkefnin, það er að segja hvort sem að það er skógrækt eða endurheimt votlendis eða hvað þetta er. Þau fyrirtæki þurfa líka að sinna sínum verkefnum með stöðluðum hætti og þegar að báðir aðilar eru búinir að gera þetta, þá geta þær mæst á þessum miðlæga kolefnis vottaða einingamarkaði fyrir kolefniseiningar. Já, ég veist alveg stórfurðulegt að við þurfum að fara í svona flókið kerfi. Þetta er ekkert flókið kerfi. Nei, skógarnir til dæmis endanum dreft tréð og þá fer allur koltvísýringurinn aftur út í andrúmsloftið þegar þetta rotnar. Þess vegna segir við þurfum að staðlæta, við þurfum að vita hvað við erum að tala um. Ef að tréð drefst, þá hættir það náttúrulega að binda, er það ekki? Jú, en það ekki bara binda, það losar þessar koltvísýringi sem Þetta erum við að reikna út. Það fer aftur út í andrúmsloftið. En þú veist að Þorvaldur, svo lengi sem að peningar eru í spilinu, þá munum menn ljúga
til þess að græða peninga svo lengi sem þeir komast upp með það. En leið úr komið verkfæri til að leggja ofan á þetta og segja að þetta bara bull, þá getur það ekki lengur. Ég kaupi alveg gagnsemi þessa, en sko Þorvaldur, af því að þú ert eldfjallafræðingur og ég sagði hann í kynningunni áðan að okkur veitti nú ekkert af eldfjallafræðingi til þess að greina þið pólitíska ástandina á Íslandi. En sko, við erum alltaf að heyra það, þú örugglega oftar en ég, að það skipti engu máli hvað við sem að gera í umhverfismálunum. Það getur nú bara eitthvað eldfjall byrjað að gjósa og það losi bara miklu meira heldur en maðurinn. Þetta allt saman kjaftæði og lygi. Nei, það sko ekki að segja kjaftæði lygi, en þetta bara ekki rétt. Ok, sko, segðu mig munin á því. Já, ég skal gera það, sko, það þegar kemur að gösum sem kom út, losna úr læðingi þar í eldgosi, þá mjög hlutfallslega lítið af koltvísýringi. Þó svo tölurnar séu stórar að það er bara svo lítið brot af því sem nú þegar í andrúmsloftinu að skiptir engu máli fyrir upp á koltvísýringina. En annað á tenningu eða kemur að brennisteini. Og þú leysir líka brennistein út í andrúmsloftið og hann getur bundist vatni í andrúmsloftinu eða vatnsgufu í andrúmsloftinu og mynda það sem við kallum íslensk orði agnir notaði yfir þetta aerosol á ensku og þetta getur þjæst og myndað móðu sem gerði í Skaftaröldum móðuna sem fylgdi móðuharðindunum og þetta dregur úr inngeislun sólar í átt að yfirborði. Þetta getur líka þess að það í andrúmsloft, þetta getur hita upp andrúmsloft á mismunandi stöðum og þannig áhrif á straumakerfi andrúmsloftsins og loftstraumakerfin. Þannig að þá svona kannski frekar flóki fyrirbæri en þetta hefur áhrif á andrúmslofti. Svo erum við líka með klór og flúor og bróm sem að ef það fer út í andrúmsloftið og kemst nægilega hátt og kemst í tengst við óson, þá getur það brotið niður ósonlagið og þá vörnin gagnvart geimgeislun, það dregur úr henni og það getur líka alvarlegar afleiðingar. En eldgosin ekki að þau myndi frekar vinna á móti sem sagt aukningu koltvísýringsins en hitt sko þau myndi frekar leiða til kólnunar en þau eru ekki að búa til þessi gös sem að hita upp andrúmsloftið verulega marki sko. Þessi þáttur fréttir líðandi viku en nú ætlar þú að segja okkur hvenær gís næst á Reykjanesi. Verður þetta ekki vera kosningahús? Já sko það var það sem sögðu kom svo ekki einhver önnur melding og sagði sennilega verður þetta ekki kosningu. Jú, þetta sko óvissan á þessu plus mínus 1 mánuður. Já, getur það áramótagos þess vegna? Já, getur alveg en rætt sem bendir til þess að við séum komin langleiðina í það að það fara að gjósa og það get alveg gerst mánaðamótin. Já. En það svona kannski plus mínus 2 vikur á því. Þetta gos hápólitískt mál og þetta ástand á Reykjanesskaga hápólitískt mál umræðefni. Hvernig fyrir þig, Páll Valur, sem Grindvíking að svona hlusta á umræðu það að afleiðingarnar af þessu hafi verið svona ræðilegar fyrir ríkissjóð og bla bla bla, allt það sem hefur fylgt þessu. Já, það er ekkert búið að vera mjög auðvelt að vera Grindvíkingur síðast ári. Það er búið að vera mjög erfitt og að það var þurft að fara ársamali þarna burt úr bænum alveg á einu bretti 4.000 manna bæjarfélagi var náttúrulega erfiðar en orðfrólýst. Og hvað var þess að umræðu þetta kostar þetta alveg gríðarlega peninga og menn að vera veltaði fyrir sig sko hvort það hefði átt að vera að setja upp þessa varnargarða og bara leyfa þess að fara undir hraun sko en menn mega bara díla við það sko og ég alveg sammála því auðvitað þetta kosta. Ég var á fundinum sko þegar ríkisstjórnin var hélt fund með bæjarbúum niður í Laugardalsvöll og byrsti mér svolítið þar sko vegna þess að menn voru að segja að þetta kostaði peninga og þetta kostar gríðarlega peninga, það alveg satt sko. En hvað í alvörunni sko, ég búin að búa í Grindavík í 40 ár og við erum að framleiða og gjaldeyri fyrir Grindavík var að framleiða gjaldeyri fyrir á annað 100 milljarð okkur einasta ári. Bara ár eftir ár, bæði sjávarútvegurinn og svo Bláalónið. Og það þetta sem að pirra mig svolítið með íslenskt samfélag, við erum eins og við bara nefndir áður, við erum í núna þessum náttúruhamförum og breytingum og aurskriðum og allskins djöflagangi sem að gengur yfir þessa þjóð endalaust
og þetta ekkert nýtt, þetta búið að gerast í gegnum tíðina, snjóflóðin á Súðavík og Norðfirði og Flateyri og nefnið það bara, að okkur erum við ekki með í þessu landi sjóð sem tekur á þessu. Þannig að ef að svona slys verða og svona hamfarir, þá bara þjóðin tilbúin og það bara til fyrir þessu. Nei, við erum ekkert með það. Við erum aldrei tilbúin. Við erum alltaf að hugsa bara hérna rétt fram fyrir nefið á okkur. Við erum ekkert að hugsa það þetta mjög harðbýlt land. Það ógeðslega gott að búa hérna. Við höfum vatn og við höfum hérna heitt vatn og kalt vatn og bara, veist, í alvörinni þá óvíða betra að búa. Þrátt fyrir þetta hérna geta verið eins og til dæmis núna síðustu daga búið að vera ömurlega leiðilegt veður. En við látum okkur hafa það. Það svo margt gott, en einhvern veginn hefur okkur tekist að klúðra þessu einhvern veginn. Á hverju? Þetta eru 350 til 400 manna þjóð. Á hverju erum við alltaf í þessum vesinni, sko? Og Grindavík, eða fyrir svona bæjarfinn svo Grindavík, bara... Það segir það bara. Þó þetta kosti 200 milljarða, þá bara skiptir það einhver helvítis máli. Við ætlum að halda þessum bæ í byggð, en svo náttúrulega þegar maður að velta yfir sem að kemur heim til sín og sér að húsið sitt komið 1,5 metra neðar. Þá svona, þá, veist, núna til dæmis voru að gera ráðstafanir út af flóðunum, sko, hvað gerist, höfnin hefur síði líka og þetta er svona, veist, togast í á, menn eins og Þorvaldur nefnir, það að koma gos eftir 1 mánuð kannski. Hvar kemur það upp? Það kemur upp á samastað. Já, ég treysti þér ekkit alveg til að segja mig það, vegna þess að eins og eru nú góðir og margir hérna jarðfræðingarnir, þá vitið þið bara ekkert hvað þetta kemur upp. Þetta getur bara þess að koma sunnan við Hafell. Og hvað þá? Það mjög ólíklegt. Já, það mjög ólíklegt, en það gæti gerst. Það ekki útilokað, það næsta enga líkur það gerst. Já, en mér finnst bara umræðin Grindavík og annað, hún bara misjöfn. Það auðvitað fólk sem alveg svoleiðis blótar sér sand og ösku, við sem búið að gera allt og mikið fyrir Grindvíkinga og við sem vælu kjóar og þar fram til göttunum. En ég vil bara minna fólk á að við höfum verið, þetta harðdugulegt fólk sem við búið í Grindavík. Þetta fólk sem stendur saman og hefur staðið saman í blíð og stríðu. Að mínum dómi eru allt of mikið hérna, íhaldsfólki hérna, en það allt í lagi. Þetta gott fólk samt, sko. En við erum, sko, eigum ekki það skilið að sér tala illum okkur og það sé að við séum að auðvitað, þetta rosalega högg fyrir ríkissjóð. En við verðum bara að taka á kassan. En þetta var stórkostlegt áfall fyrir fólk sem að einhvern veginn allt í einu bara þekkti eða ekki tilveru sína á ný, sko. Og mér svo umhugað sko, að við erum að tala um náttúruhamfarir, að það alls konar mannlegar hamfarir líka að eiga sér stað í þessu samfélagi. Já, algjörlega. Það vantar dálítið mikið eftirfylgninnan sem þú lendir í ykkur matbyrði. En það þarf að vera eftirfinn og það þarf að halda utan á fólk vel og eftir og hjálpa þeim að komast eftir á lappirnar. Það engin spurning um það. Og það þarf bara að halda miklu betur utan fólk almennt og sérstaklega barnafjölskyldur og ungt fólk. Já, en við meðum ekki gleyma því heldur, sko, höfnin í Grindavík. Það er mjög margt gott við höfnin í Grindavík. Fyrir utan þessa 200 milljarða ári sem hún að hala inn fyrir okkur, stutt á miðin. Þetta er mikið öryggi fyrir sjómenn og hérna, þetta býður upp á dálítið annað líf ef þú ert sjómaður og það er alveg þess virði eins og ég sé það að leggja sitt að mörkum að reyna að bjarga bænum og höfninni og svona það bláa lóni mjög mikilvægur hérna, þáttur í þessu atvinnustarfseminni þarna og það verður að taka til þess líka og náttúrulega hérna, virkjurinn hún ekki bara fyrir Grindavík, hún fyrir miklu stærra svæði. Þannig að þetta ég held að þessi peningar sem hafa verið settir í þetta, þeim hefur verið vel varið að reyna að bjarga þessu mannvirkjum sem þarna. Mér langar kannski bara eitt andartak aðeins að henda því hér á borðið að með þann hóp sem við vorum að ræða áðan, unga fólki sem rekst úr landi, að sko það hefur farið mjög lítið fyrir því að stjórnmálamenn samtímans hafi verið að ávarpa þennan hóp, halda utan hann. Af hverju ekki þessi hópur bara hreinlega honum bara þá að kippa honum inn í pólitíkina, þá að kippa honum þannig að raddir þessa fólks heyrist alltaf. En það hefur vantað upp á að þetta mál sé til umræðu að hluta til fjölmiðlunum að kenna og ef fjölmiðlar eru veikir þá það yfirleitt afleiðing þess að það eitthvað veikt í samfélaginu, það eitthvað að samfélaginu.
þannig að maður skildi nú varast að kenna bara fjölmiðlum það, en sem þessi, við erum með mikinn leka úr landinu af frábæru fólki. Við höfum setið uppi með þetta vaxtahelvíti, við sem erum skuldu bara eins og ég sjálfur sem að flytt úr dreifbýlinu til höfuðborgarsvæðisins fyrir 3 árum á versta tíma, þarf að kaupa á háu verði. Vextirnir eru þar ákveðnar forsendur, allar viðskipta forsendur bresta, bara eiginlega kortir eftir að við tökum okkar lán, og við erum sem sagt með stökkbreytt fjármálaumhverfi, mín fjölskylda, hellingur af öðru fólki sem ég þekki. Enginn hefur nokkur sinni tekið utan okkur af hálfu stjórnvalda. Aldrei hef ég séð Bjarna Benediktsson eða einhvern í fréttatímanum ávarpa okkar hóp og segja: ég veit að þetta eru mjög afbrigðilegi tímar, þetta er mjög erfitt, þið standið ykkur vel, eru þið til í að reyna að þreyja þorran aðeins lengur, við munum reyna að umbuna ykkur einhvern veginn. En það er ekki þetta gerist ekki, og svo er það þið, Grindvíkingarnir, jú, þegar það fengið peningana, en hafið þið svona fengið knúsið, hafið þið fengið stuðningin frá stjórnvöldum og svona frá svona í orði, bara er þetta ekki pínu frekar í hináttin að anskotinu þurftum að hendi ykkur 100 milljörðum og fyrir vikið þá alltaf að leggjast á liðina? Jú, ég hef ekki fengið mikið knús, Er það nú? Nei, ég hef ekki fengið það. En reyndar öll umræðanum, þetta er búið að vera rosaleg umræða Grindavík, og það skiptist í svona 2 hot, menn eru alveg brjálaðir út í yfirvöld og á meðan að eins og ég vil bara vera aðeins rólegur og meina þetta almannavarnir og allt þetta fólk var að vinna sína vinnu, og því var umhugað okkur að ekkert færi nú, ég menn það dó einn maður þarna og sem var gríðalegt högg og það var ennþá meira áfall fyrir mann og ég held að þau yfirvöld í gegnum tíðina hafi verið, í gegnum þetta tímabil hafi verið að reyna að gera sitt besta, almannavarnir og ríkislögreglustjóri og þeir sem sjáum það að fólk vildi ekki vera inn í bænum og það ég held að sé 1% Grindvíkingar sem búa í bænum núna cirka, þeir eru mjög hávarir, en þetta er náttúrulega bara fólk sem vill búa þarna og það er allt í lagi, en ég finn það ekki að sé verið að taka beint utan okkur og núna við erum Íslendingar og við einhvern veginn björgum okkur. Já, við erum komin, það er enginn sem er að pæla í því. En eitt og sér dugar þetta nefnilega ekki til vegna þess að nú sýna síðustu rannsóknir að börnin okkar eru með minni samkennd en önnur börn í nágrannalöndunum og þetta er, einhverju var að tala um mannlegar hamfarir líka. Þetta er sannarlega mjög mikið umhugsunar efni á hvaða leið Íslands samfélag er. Ef samkennd barnan okkar er að mælast minni en hún hefur kannski við nokkur sinni verið og marktækt minni en í nágrannalöndunum, þá er það eitthvað sem við ættum að ræða fyrir alþingiskosningar og við ættum að ræða hvern einasta dag ársins, ekki satt. Má ég aðeins bæta við, vegna þess að þegar ég verið á þingi þessi 3,5 ár, þá var ég einn af talsmönnum barna og ég talaði gríðarlega mikið. Þetta 2014 sem ég var skipaður í talsmönnum barna og þið getur bara farið í gegnum ræðundum minna en þið nennið. Þar nefni ég börn og ungmenni og stöðu þeirra í samfélaginu 900 sinnum. Ég held að Helgi Rafn hafi verið búin að reikna út. Og ég fekk mér þess að verðlaun fyrir það frá barnaheill og umboðsmanni barna, unglingarhreyfingunni á þeim og UNICEF á Íslandi fyrir það að hafa beitt mér fyrir málefnum barna. En það duði nú ekki til þess að ég kemist inn á þing aftur. Ef ég hefði talað betur meira sauðkindina, því ég er nú Suðurkjördæmi, þá hefði ég sennilega komist inn. Kannski segir það einmitt eitthvað samfélagið. Í mörgum ræðum þá talaði ég það að við þurfum að auka samfélagsfræði kennslu í skólum. Nei, það er verið að leggja áherslu á reikning og raungreinar og það ætlar alltaf hliðin út af einhverjum PISA-könnunum, en það er aldrei talað samfélagið. Hvað er það mikilvægasta sem börn eiga þegar þeir komast upp á unglingsaldurinn? Það er sjálfstraust, sterk sjálfsvirðing og umburðarlyndi gagnvart skoðunum og öðru fólki. Og umburðarlyndi er ekki meðfætt. Þú lærir það, þú þróar það með þér og þú þarft að inn í skólan, ég ætla ekki að gagnrýna kennara, en þetta vantar inn í íslenska skólakerfið. Það er tjáning, það er kærleikur, það er umhyggja og það stendur mér, ég skora á ykkur eftir þátt að lesa markmiðsgrein grunnskólalaga.
Hvað stendur í markmiðsgreininni? Hvert markmið grunnskólana? Það einmitt þetta, að búa til góðar manneskjur sem vita út á hvað samfélagi gengur og starfa og lifa í samræmi við það til hagsbóta fyrir sjálfan sig og aðra. Og það lykilhugtakið, aðra. Þetta gleymist algjörlega hér vegna þess að við erum að einblína á einhverja raungreinar og auðvitað þarf að læra það líka og lesturinn mikilvægur, en þetta hefur algjörlega orðið eftir í íslensku skólakerfi. Það er samfélagsfræði, kærleikur og umhyggja. Það er ekki alla raungreinar sem eru kendar þarna inni, það vantar alveg jarðfræði og raun og veru líffræði, það vantar umhverfið alveg inn í þetta. Það getur vel verið, þetta er lykilatriði þó. Já, ég var kendi nú hérna einu sinni í gamla daga í grunnskólanum. Þannig að ég er kannski frekar gamall í hettinu þar. Já, en sko... það varst þú einn af þeim sem hengdur þú upp á snaga og slóst á með reglustökunni? Nei, ekki svo slæmur sko. En ég get ekki ímyndað mér annað heldur en að bæði kennarar og aðri sem að koma í svo íþróttastarfinu og annað. Þetta fólk að reyna náttúrulega að kenna ungmennunum bæða umgangast aðra, bera virðingu fyrir öðrum og vera að taka þátt í samfélaginu og annað og ég held að ég er alveg samanlega það þessi þrói sem við erum að horfa núna það þarf að setja snurinn að greinana en ég held að þetta sé tóldi mikið í flóknar heldur en bara að kenna meiri samfélagsfræði það þarf samfélagsfræði er mjög víð hún er mjög víð ég held að þetta sé sko bara samfélagsvandamál í heildsinni þetta er ekki bara í skólakerfinu bara búin að gleyma hvað það þýðir að vera mennsk. Svo það var einhver sem sagði við mig, bönnum bara síman í skólanum, tökum síman af krökkunum. Hvernig var það bara að taka síman af fullorðnu fólkinu líka? Alveg sammála því. En ég er reyndar kennari í grunninn líka, sko, og ég held að þetta sé einmitt ekki svona einfalt, þetta er ekki bara skólakerfi, það þarf líka að styðja við barnafjölskyldunar. Ég er ekki að segja það að skólakerfið, þú ert að miskilja þetta sko, ég er ekki að segja það að þetta sé bara skólakerfi, en inn í skóla, börnin okkar eru í skóla 9 mánuði á ári og eru í skólanum 7 til 8 tíma og þeir eru langmesta tíma á árinu eru í skólakerfinu og kennararnir eru ofboðslegir áhrifavaldar í því hvernig börn þróast og það er það sem ég að segja að það má auka samfélagsfræðikennslu til þess að efla sjálfstraust, sjálfsvirðingu og svo tala meir kærleik og umhyggju í þessu samfélagi. Já, en á meðan að foreldrarnir þurfa að vera í vinnunni allan sólarhringinn af því að það er svo hái vextir hérna að þú veist það gengur ekki heldur sko. Já, það er hái vextir en líka fólk setur lífsstandardið mjög hátt. Já, þetta hefur ekkert með það að gera. Húsnæðislán, húsnæðisláni mitt það hækkaði 20 milljónir á 3 árum á sama tíma og ég hef greitt á milli 15 og 20 milljónir og það var enginn sem bjó mig undir að það gæti gerst. Enginn. Ekki með mína eðslu að gera, ekki neitt. Já, nei, ég er ekki að tala um það sem... Nei, ég er bara að segja það. Já, en fólk setur líka markið mjög hátt. Já, en það er bara allt önnur umræða. Það er hluti af þessar umræðu. Já, ég held að við byrjaði að halda utan íslensku þjóðina frekar að kenna henni það. Eru náttúrulega einn af skaðvöldum þessa samfélags. Það er alveg augljóst vegna þess að við höfum verið með það mikla verðbólgu og þessar breytingar og þá er hækka lánin náttúrulega. Ég var með námslán hérna í langan tíma og maður var að borga þessu daginn út og daginn hverju ári borgaði maður þessu og þetta lækkaði ekki, þetta hækkaði. Já. Og endan þá sagði ég dendi ekki í þessu, ég fór bara að borga þetta upp en þess að ég vildi bara losna við þetta. Já. Þetta greiðslufyrirkomulag sem við erum með og þetta bankakerfi sem við erum með. Já. Bankarnir, sko, við tölum stjórnmálum en annað, en það er bankakerfi sem raun og veru heldur okkur í kverkataki. Já, sko, stjórnmálamenn eru oft tengdir efnahagslífinu og bankaheiminum. Já, þú fari ekki útborgan og sér með bankareikning. Nei, en sko, ég held að því að norskur vinur minn segir að í fréttatímanum hjá norska ríkisútvarpinu sjá við iðurlega ráðherra biðjast afsökunar á einhverju ástandi og þeir tala við eigin þjóð og þeir einmitt reyna að halda utan hana, knúsa hana, hvetja hana, segja við vitum þetta er erfitt. Það eru efnahags hvað maður að segja, skerðingar hjá fólki sem eru bara 1/100 af þeim skala sem Íslendingar hafa orðið fyrir núna með þessum sturgluðu vöxtum til dæmis og vextir hátt í 10%.
bara ekki að grínast. Ég meina, ef ég hefði haldið áfram að búa á Akureyri þá var þetta svo allt í lagi, en fólk á ferð og flugi, það að færa sig til og í góðri trú þá er Íslendingar alltaf bara endalaust að taka upplýstar og réttar ákvarðanir á þeim tíma sem að stjórnmálamenn segja þeim að séu réttar. Hér áttu að vera komin lágvaxta umhverfi, við vorum hvött til þess eftir COVID að fjárfesta sem mest í steypu. Við gerum það sem að stjórnmálamenn segja okkur að gera og við fáum ekkert tilbaka. En það er alltaf verið að breyta kúrs á 4 ára fresti. Já, en sko, ég held að þetta bara sé líka hluti af þessum vanda. Við erum að ræða minni samkenndi á börnum, við erum að ræða það að það er ekki bara peningar sem að hugga Grindvíkinga núna, það þarf meira en bara peninga, og ég held við séum bara meira og minna við þurfum að taka einhver svona rótæka beygju í okkar stefnumálum. Það er bara einn stjórnmálaflokkur sem er að tala um börn. Hvað er stjórnmálaflokkur það? Viðreisn? Já. Segja bara við verðum að taka betur utan fólk sem á í fíknivanda, sem á við hegðunumvanda stríða. Við verðum að tryggja aðgengi að sálfræðingum og öðrum sérfræðingum. Heldur það er svona sem að Viðreisn er að skora hátt? Þetta talar mjög til mín. Ég á 1 barn, hún á 5, þannig að ég á 5 barnabörn og aldurinn 2 til 18 ára. Og ég bara, þetta fólk bara, það þarf að reiða sig á samfélagið. En er ekki hluta jöfnun líka það að foreldrar fá meiri tíma með börnunum? Jú. Er það ekki, hvernig sem við förum að því og hvernig sem við náum því markmiði? Hvernig heldur það gangi með 7 manna fjölskyldu? Já, ég segi það er náttúrulega, þetta væri ansi ljúft ef við getum lifað að einum launum, hvernig sem förum að því. Þó það væru 2, en þetta fólk er í aukavinnu, sko. Já, ég veit að þetta er lágmarkslaun eða bara meðallaun. Það þarf að halda 7 manns á lífi. Þú veist, og þau þurfa að fara í íþróttir og og það þarf að gefa þessu lið að éta. Það var nú, ég heyrði að Grindvíkingar þeir niðurgreiddu íþróttinnar og það var kannski þeirra lukka líka. Já, við hefum gefið það. Ég er svona, við verðum að fara að hætta. Búið að vera mjög gaman að fá ykkur. Þetta átti nú að vera aðeins léttar og skemmtilegri hjá mig. En svona er þetta bara. Það er allt að gerast hjá okkur. Við vorum bara að ræða það sem okkur finnst réttst að ræða. En ég ætla að skjóta að ykkur ummælum vikunar. Björn Bjarnason, Jón Ólafsson, prófessor við hugvísindasvið Háskóla Íslands, var í Kastljósi þriðjudaginn 12. nóvember. Má lýsa komu hans þangað sem grátbroslegu dæmi samvinnu starfsmanna Ríkisútvarpsins og Háskóla Íslands til að koma höggi á Sjálfstæðisflokkin. Sjálfstæðisflokkurinn kemur nú bara höggi á sig sjálfur. Já. Sammála. En rétt í lokin, hvað á að gera helgina? Eins og þú, ertu bara... Hvað á að gera helgina? Já, bara fullu í frambúðinu? Já, það er bara að gera. Já. Ýmislegt. Hálfu mánuð til stefnu? Já. Spennandi. Við erum núna mikið að framlega myndbönd til þess að birta, sérstaklega með að ungu fólki. Þið er ekki mikið pening fyrir þessa kosningabaráttu? Nei, við erum bara að gera allt. Af því þið hafið ekki verið með þingmenn áður, þá einmitt, akkurat. Það er mjög takmarkað af fjármagni. Er þetta gaman? Þetta er mjög gaman. Já, frábært. Mjög gaman. Hvað með þig? Ég ætla að fara núna strax eftir þennan þátt og knúsa barnabörnin. Ég hef ekki séð þau í nokkra daga af því að ég er að loka metrunum í að skila mér lokaverkefni í EMBA-námi. Já, dugleg. Takk fyrir það. Þannig að helgin fer að einhver leiti í það líka. Einmitt, frábært. En þú? Það er svo sem ekki mikið spennandi hjá mér helgina. Maður er náttúrulega bara einn og sér aðna og ætla maður endi ekki með því að vinna bara mestarlega helgina. Er það? Ég er svona fastlega gerir úr ráð fyrir því að vera svona svipað eins og aðra helgar. Já, einmitt. Það er svona að vera prófessor í Háskóla Íslands. Já, akkurat. Já, þú valdir. Ég valdi þetta. Já. Ég get bara sjálfur því kent. Einmitt. En þú valdir reyndar ekki það ástand sem að núna er svolítið svona Nei. En það er gaman að vera þú, er það ekki? Það er spennandi, en það er alltaf bara þetta er alltaf búið að vera mjög mikið álag. Þetta er komið á næstu 4. ár. Einmitt. Þetta er rosalegt. Þannig að það sést alveg á þessu fólki sem hefur að vinna í þessu að það er streita komin í margar. Já, ég trúi því. Og það er bara svolítið mikið streita í samfélaginu. Pál Valur, þín helgi? Já, hún verður sannlega eins og flest allar helgar. Ég er bara
umvefja barnabörnin mín á ást og kærleik eins og ég geri mjög mikið, þau þurfa á því að halda og ég bara sko þannig gæi, ég löngu hættur á djamminu sko og annað og þannig að sko fyrir mér eru börnin mín og barnabörnin lífið sko og ég reyna að gera allt sem ég geti þess, ég reyndar að fara í fertugsafmæli á morgun líka og en annars verður þetta svona eins og bara venjulega hjá okkur hjónum, þá erum við svona mikið að sýsla í kringum barnabörnin og reyna að slaka á og ég fekk nú smá hroll þegar hann nefndi 4 ár sko því að þetta búið að standa yfir í 4 ár hjá okkur Grindvíkingum með jarðskjálftum og ófögnuði og eldgosum og svo kom COVID og nýtt allt saman. Ég get að þetta er búið að vera algjör viðbjóður þessi síðustu 4 ár. Ég ætla bara að segja það hreint út og nota þá orð. Þetta er búið að vera ömurlegusti partur af lífinu og hefur nú gengið í gegnum mýslegt. En þessi síðustu 4 ár hafa verið ömurlega leiðileg. Svona heilt yfir, en þetta er ekki allt slæmt. En að hafa búið í Grindavík og við þurftum að takast á alla þessa jarðskjálfta sem voru áður í kjölfar eldgosis í Fagradalsfjalli og annars staðar. Og síðan þetta COVID sem kom ofan í og síðan þetta núna í þetta áfall fyrir ári síðan þá ég að segja ykkur að ég hlakka til að komast á ellilun og fara frá Íslandi. En ég veit aðeins hvað þú ert að tala af því að ég er svona eldgosa og jarðskjálftabarn úr Mývatnssveitinni úr Kröflueldum. Þannig að en þið hafið staðið ykkur mjög vel. Grindvíkingar eru grjótöflugir, það megum við eiga sko. En það eru Íslendingar líka, öll bara eiginlega. Við erum bara gríðarlega öflug þjóð, en við þurfum að elska hvort annað meira. Já, ég er sammála því, við þurfum að komast aftur inn á einhvern geisla sem við hefum aðeins dottið út af. Þetta er búið að vera mjög erfiði tíma fyrir mjög marga. Og ég segi bara einu sinni enn og aftur, við þurfum að fara að hugsa meira forvarnir og hvernig við getum dregið úr forvarnir og framtíðina. Já, þessum hættum sem að stafa þá af þeim atbyrðum sem geta orðið hér á landi, náttúrulega viðbörðum sem að valda vá. Og við getum dregið vel úr þessu bara með því að horfa aðeins fram í tíman og skipuleggja okkur og vera með réttu hlutin á réttum stað og til dæmis bara að byrja á því að gera hættumat fyrir landið. Það er ekki til. Nei. Það liggur ekkert hættumat fyrir Ísland. Akkur það ekki til þess að vinna út frá. Það er ekki bara til þess að eiga við atburði þegar þeir eru í gangi, það er líka til að skipuleggja byggð. Vita hvað eru hættulegustu svæðin á því svæði þú ert, þú getur forðast þau. Þannig að þá dregur bara leið úr hættunni sem mun stafa af einhverjum atburði sem gerist í framtíðinni. Við þurfum bara að komast þangað einhvern veginn. Þú fer í það, Pálhildur. Þú tekur helgina í þetta. Skipuleggja helgina. Það er barnabörnin mín, þau eru erlendis, þannig að ég er erfið þegar maður knúsa þau. En þetta var gaman. Sigur Rós Eggertsdóttir, kærar þakkir fyrir komuna. Helga Sigrún Harðardóttir, Þorvaldur Þórðarsson og Páll Valur Gíslason. Nei, Björnsson. Fyrirgeðu Björnsson. Ég er agalegur í þessum föðunöfnum oft. En þetta er búið að vera skemmtilegt og áhugavert. Óskar ykkur góðar helgar. Takk fyrir að koma. Þið eruð held ég bara gestir númer 40 eitthvað hérna í vikunni hjá okkur á Samstöðinni. Það er búið að vera brjálaður gestagangur og við erum hérna daglega með beinar útsendingar tengt kosningunum. Mikið fjör, mikið álag en mjög skemmtilegt, gefandi samfélagsumræða og ykkur áhorfendum og hlustendum þakka ég kærlega samveruna síðustu 75 mínúturnar eða svo og minni ykkur á það að það er dagskrá á morgun og dagskrá á sunnudaginn, langt viðtali í fyrramálið við valinn einstakling og svo náttúrulega þáttur bræðra Synir Egils á sunnudag, eitt af flaggskipum okkar en fariði varlega og fallega inn í helgina og veriði sæl.